Erum við komnar? Heyrðu þú í mér það? Já. Já. Ég að gramma. Já, góða kvöldið. Við erum hérna í Dalhúsum og það er að hefjast Fjölnir Skallagrímur í fyrst til kalla. Fyrsti leikur vetrarins. Það er aldeilis spenna hérna í húsinu. Við fengum engin byrjunarlið hérna. Nei, við þurfum bara að bíða eftir að starta í detti hérna inn. Hann getur farið yfir. En eins og þið vitið, þeir sem eru að fylgjast með, körfunni hérna í gráðunum, þá voru strákarnir í dómarasdeildinni á seinustu tímabili en fjallu og eru því að spila í fyrstu deildinni núna. Liðið er mikið breytt og margir farnir, þannig að meðalaldur liðsins er kannski svona undir 20. Nokkri leikmennarna sem draga þetta vel upp, sérstaklega erlendu leikmennarna okkar sem eru svona eldri kantinum. Já, CJ fættur 95 og Jóhannes 96 og svo er Rapp 99, hitt er 2000 til hvað, 2004 módel, það er yngsta. Þannig að þetta er aðeins ungt frá því fyrra. Heyrðu, þá eru þeir komnir hérna á gólfið, við getum bara að fara yfir byrjunarlið Fjölnis heimaliðsins er, við erum með Viktor Steffensen, nr. 13, CJ, eins og hann er kallaður, nr. 11, svo erum við með Daniel, Nei, við erum með Jóhannes nr. 7. Jóhannes nr. 7, Óla nr. 6 og Rapp nr. 20. Svo erum við með byrjunarlið gestana. Þá erum við með nr. 4, Mustafa, sem er kallaður Staff. Já, við ætlum að kalla hann Staff núna. Nr. 9, Nebo, nr. 77, Marino, nr. 14, Hjalti og svo er Kristján, nr. 12. Já, heyrðu. Hérna byrjum við leikinn nema við tókum annað uppkast. Það var nú eitthvað lélegt hjá dómarann, segir hann, þannig að hann ætlar að taka þetta upp og nýtt. Við leyfum það alveg. Já, fyrsti leikur. Skallagrímur náði boltanum, þannig að við fáum annan séns. Langt síðan hann var að dæma síðast. Það var hann ekki að dæma í dómarastildinni núna. Hérna byrjum við og Skalli byrja leikinn. Marino setur upp hérna fyrir Skallana. CJ honum til varnar. Staff er með boltan, Jóhannes á honum hérna. Gefur honum space, hann hendir í langan og tvist. Það er af. Marino tekur sóknarfrákast og Staff er aftur með boltan. Og Marino í galopi þryggjast skot. Það er af, það er bara loftbolti. Það er aldrei leik sem byrja tímabil á loftbolta. Við leyfum það. Langt síðan að við spilum körfubolta síðast. COVID og allt það. CJ kemur hérna upp með boltan fyrir Fjölni. Og Ólafur farin hérna á kantinum. Nebo til varnar. Tap á boltanum Fjölnir. Staff nær hérna hendi í boltan. Já, hann tapar. Óli tekur hann strax aftur á honum. Og við keyrum. Heyrist ekki í okkur, segir Keyrum upp. Einhver talar að heyrist ekki í okkur. Hvað er það? Rapp með þrist. Hann er af. Það er af. Staff með frákast. Hjalti hérna með boltan á kantinum. Nebo. Ólafur til varnar. Marino. Kristján. Hjalti aftur. Það er sóknarvilla á Hjalta. Vel gert hjá Viktor. Vel gert Viktor Steffensen. Heyrist ennþá í okkur eða? Það er einhver að segja að heyrist ekki í okkur? Það heyrist fínt. Heyrist fínt? Ok, frábært. Þá er bara að kveikja hljóðinu, sem er að senda okkur skilabóð. Óli. Já. CJ, með geggjadræf. Villa. Hefði mátt þetta. Þessi það var svo Ronny. CJ getur vel sett hann Ronny, sko. Ekki er hann hárinn í loftinu en hann er gríðarlega snöggur og virkilega góð viðbót í þetta unga Fjölnislið. Já.
Hann geigar. klikkar. Tekur eitt æfingarskotið á hann bolta. Kannast þetta, klikka á fyrstu viti. Já, þetta gerist. Bestu bæ. Hann lítur að setja þetta. Já, það fyrir niður. Rafn nær hann að putta í boltan. Skallagrimur tekur annað innkast. Nebo kemur upp með boltan, Ólafur til varnar. Gaman að segja fyrir því að það eru 3 uppaldir Fjölnismenn að byrja inn á. Þeir eru utan náttúrulega erlendu leikmennina. Frábær vörn hjá Fjölni. Jóhannes með hann á póstinu. Og Kristján fyrir þrist. Hann er af. Jóhannes með frákast. Keyra CJ upp. keyrir þarna. Og hendir bara í þrist. Nei, hann er af. Svona skot þarf að fara ofan í. Ekkert voðalega mikið hitt hérna. Ennþá 1-0. 8 mínútur. Nei, 2 mínútur búnar af leiknum segi ég. Neboisa. Klikkar þetta nú ekki líkt honum. Nei, var hann oft setja þetta. Virkilega góður leikmaður. Búinn að vera í Íslandi í nokkur ár. Viktor, Rafn. Rafn og CJ. Og Rafn í þristinn. Nei, Kristján nær putta í. Þetta. Það er villa. Villa á 20, það er Rafn. Rafn dæmdu brotlegur hérna. Fyrsta villan í leiknum. Það heyrist vel í okkur. Kristján með skot. Nei, þetta er af. Staf með frákast. Þetta er voðalega haustlegu leikur hérna. Afskaplega. En þetta lítur að vera að koma. CJ með geggja hreyfingu. Hann tekur Evrópuskref út alla Evrópu. Jóhannes leggur hann í. Vel gert. Fyrstu stigin hans fyrir Fjölni. Fögnum því. Bara velkomin í gráin. Hjalti með boltan. Staff á Marino og hann tekur fallegt leið. Fallegt reverse. Kann að meta svona. Þeir eru að pakka vel á CJ, vita að hann getur verið snöggur og komist fljótt á körfunni. Fer upp á góða sendingu Rafn og Rafn næstu því í jörðinni en setur þetta niður. Það verður að fylgjast með það grannlega. Þetta er bara bolt. Jæja. Já, Fjölni bolti. Einhver er ósammála. Ég verð að vera sammála. Gaman líka að segja því að það eru 3 uppaldir leikmenn í Skallagrim líka sem er inn á að byrja inn á. Fyrir utan náttúrulega erlendu leikmennina. Viktor á Ólaf. Þetta er af. Það er bara næst ofan í. Marino kemur upp með boltan, CJ til varnar. CJ er afskaplega góður varnarmaður, 1-1. Hljóðan ég sé ekki að jinxa neitt hérna. Ólafur Minnaboisa. Nálægt hérna. Og Kristján í þristinn. Það er af. Þessi leit vel út. Já, leit vel út. Viktor alla leið. Nei, beint á. Virkilega fallegt spil. Virkilega fallegt spil. Staðan er 70. 5 mínútur búnar af þessum leik. Og CJ kemur hérna aftan á hann. Mikil orka í vörðinni á Fjölnismönnum núna. Nebo. Nei, þetta er af. Þetta er alveg. Strákarnir verða að stíga út. Jæja, CJ tekur þetta. En þeir verða hins vegar að fara að stíga samt út. Viktor galopinn. Eða svona, þannig. Kristján með frákast. Og Rafn er í öllum boltum. Hjalti. Allt Kristján. Vel gert fyrir Kristjáni, Marino. Gott backdoor segir við. Nei. 3 sekúndur eftir á skotklukku og skotklukkan út og það er onni. Það er gilt. Marino fættur 2002 uppalinn í Borgarnesi.
Fyrstu stigin hans. Skemmtilegur leikmaður. Jóhannes með frábæra hreyfingunni í teig, klárar þetta fallega. Jóhannes kemur frá Noregi. Spilaði í Barry University, háskólaboltanum. Sitjum með Marunó hana og það er villa á Jóhannes að ég held. Já, nei. Bíðum við, hér kemur skipting, hér kemur hann Daniel Ágúst Haldarsson, kemur hann inn, hann er fæddur árið 2004 og spilar sinn fyrsta leik í meistaraflokki. Fögnum því, uppalinn Fjölnismaður, alltaf gaman. Pabbi hans er Halldór sem er að þjálfa í Snæfell núna. Með Boysa með fyrst stigin sín fyrir Skallagrím. Viktor með boltan, sendur á Jóhannes. Já. Hann ætlar að taka 1 og 1. Hvað gerir Jóhannes? Já. Geggjur hreyfing. En það er karfa góð. Villa á Mustafa. Mustafa með, hvað? Aðra villu. Aðra villu. Þá erum við að fá skiptingu hérna hjá Borgarnes. Það er inn og koma eftir smá stund. Eftir vítið, ef hann hittir. Já, setur þetta í og þá kemur skipting. Kristófer Gíslason og einhverjum kunnur Davíð Guðmundsson sem spilaði nú hérna hjá okkur í Fjölni, hvað, fyrir 2 tímabilum? Já, hann kom eitthvað á stutt inn held ég. Held að það hefði verið í fyrstu deildinni. Já, þegar þið fara upp fyrstu deild, já. Já, taka Kristófer og hérna, nei, Kristján og Marno út af. Góð vörn hérna af Fjölnismönnum. Já, það góða tróðslu hérna. Er svoleiðis. Ætli þetta kveiki í Skallagrímsmönnum, það kemur í ljós. Þvílíkur hraði! Afskaplega. Erum við að tala um 3. villuna á hann? Afskaplega heimskulega villa, það verður að viðurkennast. En nú með 4 fær villuna sem þýðir að það er 3. villan hans og ekki nema 3 mínútur eftir á fyrsta leikluta. Þetta geti verið áhugjefni fyrir Skallagrím. Þetta er dýrt, en Skallagrím vill meina að hann sé bara komið með 2 villur. Eitthvað er komið hérna. Það er eitthvað ekki... Hann er með bæði 3 á starti og upp á töflu, þannig að... Og skýslu vandalega, þannig að... Og hann aðra tróðsluna í röð. Strákarnir þurfa að hjálpa Jóhannes þegar hann... Jóhannes ósáttu við þetta, vill fá hjálpina þarna, sammálunum. Mikill hiti í húsinu. CJ bara langt. Nei. Það var af. Rapp með gott frákast. Með smá hjálp frá Jóhannesi. Og hann dettur næstu í hérna, CJ. Vel gert, Daniel! Þetta hefði verið fallegt. Fallegt að setja eitt flótur hérna í fyrsta leik. Og það er... Nei! Það maður reyna. Það hefði getið verið mjög fallegt, sko. Við kynum það alveg. Þá kemur skipting hjá heimamönnum. Hlynur Breki kemur inn á fyrir Viktor Steffensen. Hlynur Breki er líka uppalinn Fjölnismaður og er fæddur 2001, ef það er rétt hjá mér. Já, 2001. Ég er ekki frá því. Mér sýnist þau vera eitthvað að leiðrétta hérna villuna á Staf. Það átti sérst að vera sóknarvilla á 14 en ekki 4 áðan, þannig að Staf er bara með 2 ef að ég er að skilja dómarna rétt. Það er bara eftir að laga það upp á töflu vantilega. Hér kemur inn leikmaður nr. 11, Ólafur Þorri Sigurjónsson. Uppalinn KR-ingur var skipta yfir í Skallagrím. Leita að stærra hlutverki, ekki fengið mikið hjá KR, þannig að við fögnum því og ungir efnilegi strákar finnir sér lið til þess að fá aðeins að spila. CJ kemur upp.
Jóhannes vill fá boltan inn í teig. Þeir dæma ekki þetta. Nei, hann nær frákastinu, vel gert. Vel gert og... Það baráttu í honum. Já. Villa í skoti. Villa á númer 7. Kristófer Gíslason. Fyrsta villan hans. Jóhannes á línunni setur fyrra vítið niður. Jóhannes kom með 8 stig. Og seinna vítið niður líka. Fjölnismenn að pressa maður og mann fulla völl hérna. Nebo kemur upp, CJ snöggur á fótunum. Já. Alveg hausi minni en Já, við efumst ekki varnarhæfileikana. Það pósta hann upp. En, já. Það er Villa á Fjölnismenn. Karva góð, 7. Villa á númer 7. Villa Jóhannes. Fyrsta villan hans. Jæja. Leifum það. Leifum það. Jóhannes vill að veika hliðin og hjálpi betur. Það er skilabóðin hans í vítunum. Klikkar. Hann klikkar Jóhannes vítinu. með gott frákast. Þeir keyra hérna upp. Ok, voru ekki klóðið þarna. Hann gapaði mig. Já. Hann mætti nú alveg bara koma með 3 stig á töfluna. Góð sending hjá Ólafi. Yfir henni Boysa. Kristófer skýtur, góður skotmaður, en það fer af núna. Og Jóhannes með það. CJ kemur boltan upp fyrir okkur. Á Daniel. Hann var að skjóta þessu maður. Hlynur í þristinn. Vegna. Já, sæll og blessaður, velkominn. Hlynur. Hann var svona næstu á hliði í þessu skoti, veit ekki hvernig það fór niður, en það fór niður, við tökum því. Og Nebo þess að aðleit! Nebo alveg galopin. Þetta má ekki gerast. Nebo er tækt skipta. Aðleit, þetta var nú alveg. CJ, Daniel. Jóhannes vill fá hann þetta. Aftur. Daniel. Já, tekur hann 1 og 1. Já. Nei. Já. Setur hann niður. Dóri vill fá aðverum. 11 stig hjá Jóhannes. Ólafur með boltan á Kristófer. Rúmlega mínútu eftir á þessum fyrsta leikluta. Hérna í Dálusum. Mustafa á. Þeir dæma skref. Hann var ekkert eðlilega lengi að segja okkur hvað hann ætlaði að dæma þarna. Ég kemur inn Gauti Björn fyrir Jóhannes. Fínt að taka Jóhannes út af hérna, fá smá auka hvíld. Já. Líka skipting hjá Borgnesingum. Það er hann Almar að koma inn á fyrir Staff. Líka uppalinn í Borgarnesi sýnist mér. Kristófer með góða körfu, Karva góð, sælar stelpur. Þetta var vel klárað, en afskaplega lélegur. Illa hlaupið tilbaka í fylli. Karva góð hjá Kristófer, hann á línunni, setur það niður. Hann kemur skipting, Ólafur kemur hérna inn fyrir Rapp. 34 sekúndur eftir af þessum fyrsta leikluta. Sýnist Ólafur verið í sínum vegi búning, hann er meltur alltaf, mert nafnlýsting alltaf bakið. Svona þegar maður er ungur og á sinn eigin yngri flokka búning. Hlynur með annan, nei. Gott skot, en hann var að hlaupa tilbaka. Og Ólafur, þvílík barátta hjá Ólafi maður. Óöfnir ná þess ekki. Ólafur þekkti fyrir frábæra baráttu inn í teig. Frábær leikmaður. Góð skipting hjá strákunum. Boysa búinn að vera einn að dribla boltanum alla sóknina og hann fer upp og hitti ekki skotinu en fær 2 vítaskot
Gauti, Dæmdur brotlegur. jeps. Nebo á línunni, Getur minnkað munin í eitt, nei, klikkar. getur minnkað munin samt í 2 stig ef hann hittir þessu. Jú. 21-18 er staðan núna. 3 sekúndur eftir. Fyrir Fjölni. Og CJ að fá boltan og bruna. CJ, Tveir. 1. Já, og hann fyrir þristinn. Þetta er, nei, búið. Nei. Hann fær ekki að halda þessu skoti, það er kannski fínt. Það fer ekki á startið af því að tíma var búinn og ekki fór Donni. Hann fagnar því ábyggla bara. 21-19 á því fyrsta leikluta. Það er verðt að minnast á hérna Límtré Vírnet sem er að sponsa þessa útsendingu. Það er hérna alliða byggingarlausnir fyrir fyrirtæki og einstaklinga í framkvæmdahug. Þá mælum við með Límtré Vírnet. Bara heyrið í kellunum, sko. Ef ég man það rétt þá var þeir staðsett í Borgarnesi held ég. Já, Borgarbraut, Borgarnesi. Já, bara heyrið þeim ef að þið eru í einhverjum framkvæmdahug. Stigahæstu menn, Jónas með 11 stig, aðrir minna. Boysa með 8, Já. ekki búinn að fá hvíld heldur, búinn að spila 10 heila mínútur. Já. Heyrðu, þá er búið að leiðrétta þetta með Mustafa, hann er einungis með 2 villur, ekki 3 eins og ég heldum hérna. Það hefur verið einhver ruglingur á ritaraborðinu, það er alltaf leið, við leyfum mistök. Já. Og menn eru... Annars er staðan 21-19 og annar leikluti er að fara að detta í gang hérna í Dalhúsum. Inn á hjá Fjölni, Hlynur, Gauti, Daniel, CJ og Óli og hjá Skallagrímur, Davíð og Kristófer, Nebo, Stafa og hann Ólafur. Fjölnir á boltan. Ég er sammála því. Já, Borgarnes fekk 2 sinum umkast og það er, eða sem sagt, 2 tilraunir í byrjun, þannig að Kannski fyrir körfubolta áhuga menn sem eru að fylgjast með leiknum þá eru 2 aðrir leikir í gangi eins og er í, þeir eru nú 3 en ekki statt hérna frá Hamar Sindra en Álftanes vestri, Álftanes er yfir, Hrunamenn Selfoss, Hrunamenn að vinna 31-12 gegn Selfossi, fyrsti leikluti að klárast. Það er villa á Davíð. Ólulega blokkring, nei hald, það er hald, ja. Innkast fyrir Fjölni. CJ fær skrín frá Daniel, Daniel poppar út. CJ ætlar hóta skotinu, sendir á Gauta, Gauti, hvað gerir Gauti? 4 sekúndur eftir. Daniel aftur Daniel flóter, það hlýtur að detta. Óli og Gauti báðir í frákastið. Og Hlynur með aðeins og flatur. Flatur, stuður. Eitthvað. Ólafur hoppandi og skoppandi hérna. Frábær skipta, auðvitað naglir hann þessu niður. Þekktur fyrir þetta. Við erum að passa þetta. Bekkurinn á Skallagrími mjög virkilega að tala í vörðinni með þeim. CJ, Jésús, það ætlar ekki neitt að detta hjá kallanum. Hann er bara með 3 stig. Hvað var það, end one? Nei, eins og það, 1 víti. Rafa, frábær verður Gauta, frábær verður Gauta, vel gert Gauti. Kera upp. CJ með sturla Eurostep maður, vel gert. Þetta gerir hann vel kallinn. Já. Daniel með putta í boltan, nei, nær ekki alveg. Gott spin move. Óöfinn hjá Gauta, ef hann hefði staðið ennþá beitt. Laði hendina aðeins fram. Kristófur aftur á línuna, ef ég mann rétt þá sett hann seinustu 2 víti sín, þannig að það er af. Gauti þarf að stíga út Staff. Gerir það. Stegi enginn út skotmann, hann fór fekk næstu frákastið.
Nú erum við hérna. Ó, Hlynur hótar. Ætlar upp í skotið, Gauti. Gauti með boltan á handoff og CJ. Hvað gerir CJ? Já. Ó, krúsidúllur hérna í gangi og það er af. Jóhannes að koma aftur inn á hjá okkur Fjölnismönnum. Jóhannes eftir örskamma stund. Hlynur í Nebo. Þeir skipta. Kristóra berjast við Hlyn. Davíð. Daniel með frákasti, vel gert, keyra upp völlinn. Hvað gerir CJ? Endur hann. Hefði mátt þetta. Þá bara setja þessi víti niður. Skipting á Fjölni. Inn á Hann er að skipta við skotmann. Skýnst mér. Það er leikhlé hjá Leikhlé Skallagrímur. Skallagrímum. Eitthvað að stilla saman strengi hérna. Staðan 23-22, einstigs munur þegar 7 mínútur og 45 sekúndur eru eftir af öðrum leikluta. Í lið Skallagríms vantar Bergþór Ægir Ríkarsson sem er hefur nú spilað hér áður en er uppalinn í Skallagríms alls maður en spilaði hérna lengi. Hann er meiddur og einnig vantar Benedikt Lárusson sem var að skipta yfir úr KR. Ungur efnilegur strákur, fættur 99 held ég. Já, hann situr hann í stúkunni. Situr í stúkunni. Fréttir segja hann sé að taka út bann síðan á síðustu leiktíð. Þeir ætla ekki að klikka eins og Blikarnir gerðu hérna eftirminnilega daginn. 250 skall er svolítið mikið fyrir sveitalið eins og Borgarnes. Þannig að það er fínt að liðar að læra af þessu eins og leiður fyrir Blikaður fyrir að taka hennar skell en bara næsta mál. Gott að hafa þetta á hreinu. Jóhannes situr hérna á skiptibekknum eða skiptistólum og hérna er að fara að skipta við CJ. Marino að koma aftur inn á fyrir Ólaf hjá Borgarnes. Borgarnesi, eitthvað. Marino fór í, ef ég maður rétt fór inn í IVN, danska programmið hjá Craig. Jú. Hann fór í það. CJ setur fyrra vítið niður. 24-22. Seinna vítið. Er bingo og það kemur skipting. Jóhannes kemur inn fyrir CJ. Og strákarnir eru ekki að stilla upp í 1-2-1-1 svæðisvörn. Já. Svæðispressa og allt maður. 1-1 pressa og niður í 1-1. Hann stendur. Frábær vörn Jóhannes. Frábær vörn. Góð vörn Jóhannes. Daniel kemur hérna upp með boltan, stýrir Fjölnisliðinu. Frábær leikstundandi. Hlynur geggjað. Þvílíkur kraftur í þessu manni, hann er svakalegur. Tjónin, góð innkoma í honum. Láta vita af svona skrínum. Villa, Gauti með sína að þriðju villu. Hann verður að fara að passa sig. Baldur staðinn hérna upp farin að öskra á strákana. Gott að hafa góða aðstoðarþjálfara með sér. Inn á kemur Hjalti fyrir Davíð. Og Hjalti Ásberg kemur inn á hjá. Hlynur á Hjalta. Á stað. Kemur og Nebo með boltan. Flott feik og svona heppinn að þetta fór ekki niður. Vill aftur að Gauta eða hvernig ætlar hann að dæma þetta? Núna erum við Fjölnir að gera skiptingu inn ára að koma hinn efnilegi Karl Ísak Birgisson. Hann er fæddur hvenær? 2004. Svo Daniel. Og já, bara velkomin. Fyrsti meistaraflokksleikurinn hjá Karl Ísak ef ég man rétt. Það er einmitt pabbi hans, Birgir Guðmunds. Það ættu flestur að þekka hann í karfaldleikunum. Hann er á gamla skólanum. Jú. Karl Ísak einnig uppalinn Fjölnismaður. Já, þetta er allt saman uppalið hérna nema hann kom Ísak hérna frá Snæfell sem hefur ekki komið til leiks.
Daniel á Óli, Jóhannes. Daniel og Daniel, nei, Nei, já, Nei, já, geggjum já, hreyfing. já, já. Jóhannes klárar þetta, frábær hreyfing. flottur strákurinn Jóhannes. Já. 2-0-3 eða eitthvað, eða 2-0-6. 2-0 mjög mikið allavega. Já. Hann er ekki skráð hæð á KKÍ. CJ og Viktor komnir á skiptistólana. Nei, þetta Ofinn. var nú, jæja. Fylla á Ólaf. Viktor og CJ kom inn á fyrir Hlyn og Daniel. Frábær innkoma hjá Hlyn og Daniel einnig. Frábært fyrir það að fá þessa reynslu. Hlynur kom með 5 stig á bekknum, það við fögnum því. Já. Staff með stuttan, nei, langan tvist segja, beint honni. Lúka mjög vel. Karl Ísak, Karl Ísak. Lopin. Þessi maður var onni á Kalla. Frábært skot. Já, nei. Fín villa, allt í lagi. Vel gert, Karl. Karl Ísak er hörku skytta. Hann á að sitja þetta en það er kannski eitthvað stress. Smá skrekkur í manni, Já. koma inn á því fyrir sinni meistaraflokki. Kristján kemur inn fyrir Kristoffer. Skipta þessu lúmst, ég veit ekki hvort að dómarinn hafi gefið leyfaskiptingu. Nei. Þeir þurfa ekkert leyfi. Staff setur þetta niður, komið með, Hann ætlar ekkert að fara aftur á vítalínuna. hvað er hann komið? Hann er komið með 6 stig. Já. Þetta sé ekki 7. Jú, 7. stig hans. Og það er Jóhannes með rákastið. Jóhannes komið með 6 frákast. Duglegur undir körunni. Frábær vörð hjá Marino. Kristján. Ólafur á, Að verja Ólafina. og, nei, Viktor. Nei. Jæja. Jóhannes dæmi, nei, dómarinn dæmir ólulega heldur. Hann dæmir hald á Jóhannes. Fyrir að halda Staff. Annars kláraði Viktor þetta mjög vel og við veitum hann getur gert þetta og gerir hann þetta bara næst. Býðum eftir því. Skemmtileg svona barátta að vera í teig á milli Jóhannes og Staff. Já. Það verður skemmtilegt. Þeir eru báðir komnir með 2 villur. Og Staff með langan tvist aftur og það er Viktor með flott frákast. Kerir upp völlinn. Óli horfinn. Nei, hann horfur ekki inn. CJ Já, setur þarna þetta kom þetta. hlaut að koma að Hann því. þurfti bara að fá smá bríðir hérna til að stilla skotið af. End one, nei, þeir vildi fá end one á þetta, en Nebo klárar þetta fallega. CJ út á Kalla, Kalli, þetta á að vera villa, Upp í lofti, nei, Kalli aftur, vel gert Kalli. Kalli á vítalínuna getur nælt sér í fyrstu stígin sín í meistaraflokki, held ég. Já, hann var nú ekki með þeim fyrir hann. Klikkar á fyrir vítinu. Þetta er gulur bolti. Nei, jæja, allt í lagi. Smá skrekkur í Karl Ísak. Já, það er alltaf leið. Hann hristir það á sig núna, verður til næst þegar hann er komin að körunni. Það er alltaf ákveðin spenna að koma inn. Marino rosalega lúkið við að koma með boltan upp völlin, ég var að gefa hann það. Já, þetta er flotta leikmaður. Hann Viktor Hjalti festir í skríninu. og Hjalti með fínasta flóter en Jóhannes hann kom er af. bara í pointguard-stöðuna. hann getur allt. CJ gegn Neboisa, já ég er sammála þessu. Villa og Nebo og skipting. Fjölnir. Nebo með bara sína fyrstu villu. Kalli kemur hérna út af og Rapp Kristjáns. Já, Rapp kemur inn á. Innkastól heiðlínu, Ólaf tekur inn.
CJ, Viktor og CJ, hvað gerir CJ? Og alltaf hann nær að gappa mig bara standandi hérna. Óli með geggja kött. Vel gert. Já, CJ er góður í þessum hreyfingum sínum. Marino líka. Marino alla leið og, já, nei. Klára þetta. Frábært bara þetta. Nei, já. Við erum ekki að dæma leikinn, við erum bara að lýsa honum. En það má svona vera ósámála. Skallagrímur bolti undir körunni, 4 mínútur eftir af fyrri hálfleik, 33-29 fyrir Fjölni. Staff, geggjur hreyfing. Góð hreyfing. Hann hefði. Heyrðu, þetta er villa. Kristján, sýnst mér vera dæmdur brotlegur. Já, Kristján. Á Rapp er komið bónus, það er komið bónus Rapp fyrr á vítalínuna, getur nælt sér í, sín fyrstu stig eða? Nú er ég ekki alveg viss. Nei, hann er með 4 stig. Nei, hann er með 4 stig maður. Segði svona. Bónuskeilur komnar báðu megin upp. Klikkar, strákarnir þurfa að fara að nýta þessi víti. Hvað er... Vítanýtingin er nú... 8-11, jæja. 8-12 þá. Já. Hann setur það niður, 5 stig hjá Rapp Kristjáns. CJ er lúmskur. Nær, Marino gerir þetta virkilega vel. Já. Efnilegur. Staff, alla leið og... Þetta er svona kortir skref. Já. Þeir keyra hérna upp. CJ, þannig er... Hvað er að gangi? Já, í gegnum klofið á Jóhannes, hann var pottþétt að reyna þetta og Jóhannes á dómaran. Dómarinn í gráu, þú ert ekki gráu út í gulu, Jóhannes minn. Hann sá hann aðeins svo seint, þannig að það geta gefið hann aðeins fyrr. Óli kemur hérna inn á fyrir Staff. Já. Það gefa honum smá bríðar. Hann er líka á 2 villum, það er mikilvægt. Hafa hann inni. Gæti þurft að skipta kannski Jóhannes bráðum og að fá ekki 3. Voðalegur haustbragur yfir þessu öllu. CJ galopinn. Fólk að klikka inn ótrúlegustu. Þetta er gulubolti. Ótrúlegustu skotum hérna. Galopnum, leifupum og galopnum þristum og... Mér sýnist að vera að koma Leikhlé. Skallagrímur aftur. Atli búinn að taka 2 leikhlé. Og það má bara taka 2 leikhlé, eða ekki? Í fyrri hálfleik. Í fyrri hálfleik. Þannig að ekki meira á Atla. Nei. Hann er eitthvað að... Stilla saman strengi. Jú. Stigastur í Fjölnisliðinu er hann Jóhannes, 13 stykki. Og Neboisa með 12 hjá Borgarnes, eða Skallagrím. Jóhannes hefur komið virkilega vel inn í þetta Fjölnislið, ekki búinn að vera lengi hjá okkur. Já, sammála því. Tók einn æfingarleik eða eitthvað með Njarðvík og var síðan látið fara úr njarðtaksgryfjunni. Já, og við neldum okkur í hann. Já. Hann er duglegur, hann er flottur hann er að peppa strákana á æfingum og hinn í leiknum síns mér, þannig að hann er góður karakter líka. Held að Dóri sjá ekkert eftir þessu núna. Nei. Að standa sig ágætlega, kom með 9 fráköst og 13 stig. Já, og hann er með ágætt snýtingu held ég. Já, 71% snýtingu. Já, 3-3 vítum. Og hann er að fara, nei það er yngast, Fjölnir. Velkomin í Vogin, Jóhannes. Tökum fagnandi á móti. Ólafur tekur yngastið þegar 3 mínútur eru eftir af fyrri hálfleik. Rapp setur skrín. CJ gerir þetta vel. Oh my god, er loka á körfunni hérna eða? CJ þarf að finna körfuna í seinni hálfleik, hann er bara með 9 stig. Á að geta miklu betur. Kristján og Neboisa, Kristján í þristinn. Ég verð að fagna þessum. Þetta var virkilega fallegt hjá Kristjánu mínum. Það var líka fallegt spil hjá Skallagrím, gefa hann hérna fram og tilbaka. 34-32, æsi spennandi. Ólafur með góða vörn og Jóhannes undir körfunni. Jóhannes bara passa sig. Þeir eru að hamast í hver öðrum. Ég elska að sjá svona, þetta er uppáhaldið mitt. Og með góða sendingu Ólaf. Og hann er af. Rapp, sterk. Já. Kristi vill meina að þetta hafi bara verið bolti. Kemur hérna með handarhefingar.
Fyrsta villan á Kristján, önnur villan á Kristján. Rafn á vítalínuna. Rafn búinn að fara einu sinni áður í vítalínuna, klikkaði fyrra og hitti seinna og ætlar hann að endurtaka leikinn. Uppskrift núna. Þetta er kannski hans þeng. Skrítið þeng en. Rafn setur seinna vítið niður, stöðlu blessaðafrendi. Kristján upp með boltan á Hjalta. Bóisa á Ólaf. Ólafur. Ólaf Margeir. Fallegt spinnmúf hjá Kelinu. Og Kristján. Sverrismenn þurfa að fara að stiga út hérna. Já. Allir vill... Nei. Villa á 13. Jóhann- Viktor Viktor. Steffensen. Já. Kristján Örn Ómarsson fer á línuna. Halldór Karl ósáttur við þetta. Bæði lið Hann er nú yfirleitt ekki sáttur við dómarana. Kristján setur vítið niður. Bæði lið eru með 6 sóknarfrákast, þannig að bæði lið eru að stiga betur Kristján út. Og Jóhannes klikkar. með gott frákast. Aftur. CJ CJ. ber boltan upp. Ég veit ekki hvað þessi maður er, sko. Hann ætlar samt ekkert að fara að setja þessi leið upp niður. Hann er fyrir ykkur ósættur með sjálf sig. Marino fær villu, hann vill fá villuna fyrr. Hann vill meina hann hafi dæmt á hann, nei, brotið á hann miklu fyrr. Semst ekki komin í hreyfingu. En dómarinn sá þetta eitthvað seint. CJ á línuna, hann er... Þessi 5 af víti þurfa að fara að 7 fara að í vítum. dýrmætt stig. Í svona close leik, þá skiptir allt máli vel gert hjá CJ. Og Viktor enginn í verður að ná Hjalta. Hjalti gerir þetta mjög Þetta þurfa að vel. gera miklu betur, hlaupa miklu betur tilbaka. CJ fær, ok, Maður er að fá fanlove Magga á Instagraminu, sko. það er svoleiðis. Já, það elsku okkur allir. Bóisa á Marino Hjalti á Bóisa. Nebo með góða hreyfingu, Kristján staðsetur sig Hesitation vel. move. Kristján á góðum stað. Það fyrir ofan í. Og Skallagrímur komnir yfir 36-37. Er þetta ekki fyrsta sinni í leiknum eða hvað? Jú, var ekki 1-0 þarna? Biggest lead one. Þetta er villa. Kristján dæmdur brotlegur að fá sína 3. villu. Og hér fáum við leikhlé, væntanlega Fjölnir, allir að búa með sín. Leikhlé. Kristján segir, má ekki blokka þetta? Jæja, það er ekki alltaf hægt að vera sáttu við dómarann, við þekkjum það vel, við Margrét. Jú. Fékk mína fyrstu tæknivillu í síðasta leik. Já, bara velkomin í hópinn. Það var alveg sagt, það var hásagt í sektarsjóðinu okkur. Já. En fyrst að það er leiklið, þá vil ég minna aftur á límtré Virnet. Bara í framkvæmda hug. Okkar menn í framkvæmdum, það er bara svo leiðis. Þökkum kærlega fyrir að lega okkur að senda leikinn út til ykkar. Og bara... Þeir eru staðsettir í Borgarnesi, eins og kom fram áðan. Þeir sem voru að opna útsendinguna, það er 36-37 fyrir Borgarnesi. Það er einmitt eftir af fyrri hálfleik. Þetta er búið að vera svona smá hæsbræður á þessum leik. Það eru mörgskot af eða loftboltar. Fyrirgeðu. Já, frekar mikill hausbræður yfir þessu, enda kannski ekki skrítið. Svolítið langt sinni við fengum að spila körfubolta síðast. Ábyggilega lengsta off-season sem að maður hefur fengið. Þannig að það má vera smá ryðgaður. Viktor ryðgaður á línunni eins og við sjáum. Klikkar á fyrra vítunu. Strákarnir eru náttúrulega ekki að fá eitthvað brjálæslega marga leiki. Það var Snæfell að draga sig úr fyrstildinni, þannig að og það er bara 2 umferð, það er kannski að breyta því 3-falda. Við viljum endilega sjá það. Viktor brennir af víti, seinna vítinu. Það verður vítaæfing næsta æfingu, held ég. Ég er ekki frá því, ef það ekki Halldór Karl rétt. Marino vill fá hann inn í teig, backscreen.
Ok, Nebo, svona eiginlega galopinn. Já, auðvitað setur hann þetta niður, hann Það þarf að fara yfir skrínin á Nebo. Hann má er ekki rosalegur, fá hálfanum metur. Frábær skipta Nebo. Kemur eiginlega og svona... CJ allt og mikið að hnoða sér. Skallarnir mjög ásættir hérna. Marino fær 77. aðra villu. Það er þriðja villan á Marino. Inn á Kemur Almar. Almar kemur inn fyrir Kristján, fyrirgefðu. Já, Stjáni. Davíð. Kristján kom með 3 villur, Marino út af og Davíð inn á. Marino einnig með 3 villur. Kannski fínt að hvíla á núna, 35 sekundur í hálfleik. CJ á línunni. Hann klikkar á fyrra vítinu. Þetta er alveg... Við erum að tala um 11-20 á línunni hjá Fjölnismönnum. Setur seinna víti niður. Þetta virðist vera eitthvað minnstur hjá að setja seinna víti en ekki fyrra. Já, það er eitthvað stilla sæði, nota fyrra vitið stilla sæði, það er smá leiðilegt. Boysa kemur upp með boltan. Ólafur ætlar þeir nýta klukkuna. Jóhannes tekur á móti Nebo. Góður. Nebo dregur hann út og skot. Þetta er erfitt. Nei. Þetta er erfitt skot, en þetta leit vel út. Það er CJ óvarða. 10 sekundur eftir. CJ ætlar að eiga síðasta skotið við Fjölnismenn. 8, 7, 6, 5. Hann ætlar bara... Og CJ upp þú var að setja þetta. Nei. Það er af 37-40 í hálfleik fyrir Skallagrím. Þetta er fínasta leikur. Ef við kannski kíkjum aðeins hérna á aðra leiki í deildinni, þá er Álftanes að vinna Vestra 64-44. Hálfleikur byrjar þar, þannig að 3:13 eftir í Hamar. 3 mínútur eftir af hálfleik í Hamar Sindra. 31-37 og Hrunamenn að vinna 57-40 í hálfleik. Og á skjánum sjáum við töfluna. Jóhannes með 13 stig, CJ 11, Hlynur kom inn á bekknum með 5, Rapp 6 og svo er Ólafur hann með 2 stig. Gestunum er Nebo með 15, Kristján 6, Stafan alltaf með 7 þarna, Kristoffer Davíð með 3, Hjalti 2 og Marino 4. Frábær skemmtun. Núna er hálfleikur, 15 mínútur. Fáðu ykkur kaffi, ekki fáðu ykkur kaffi, klukkan er seint, fáðu ykkur nammi, það er helgi. Það er föstudag. Það er föstudagi. Við sjáum ykkur í seinni hálfleik. Breyta og bæta. Límtré Vírnet hefur árabil hannað og selt húsnæði af öllum stærðum og gerðum eða allt frá litlum iðnaðarhúsnæðum upp í stærri og flóknari byggingar á borð við flugskýli, knatthús, verslunarhúsnæði og fleira. Límtré Vírnet. Við hjálpum þér að byggja, breyta og bæta. Límtré Vírnet hefur árabil hannað og selt húsnæði af öllum stærðum og gerðum eða allt frá litlum iðnaðarhúsnæðum upp í stærri og flóknari byggingar á borð við flugskýli, knatthús, verslunarhúsnæði og fleira. Límtré Vírnet. Við hjálpum þér að byggja, breyta og bæta.
Límtré Vírnet hefur árabil hannað og selt húsnæði af öllum stærðum og gerðum eða allt frá litlum iðnaðarhúsnæðum upp í stærri og flóknari byggingar á borð við flugskýli, knatthús, verslunarhúsnæði og fleira. Límtré Vírnet. Við hjálpum þér að byggja, breyta og bæta.
Jæja, þá fer leikur Fjölnis og Skallagríms að byrja aftur. Staðan er 37-40 fyrir Fjölni. Nei, ég er að grínast, fyrir Skallagrím. Skallagrím eru að vinna 37-40. Velkomin aftur í útsendingu í boði Limtré Virnet. Hérna, beint úr Dalhúsum. Fyrir hálfleikur einkenndist svolítið af svona mistum skotum og hérna smá svona haustbragður yfir báðum liðum. Ansi mörg víti hjá Fjölni sem að hafa farið bara Já. í Bara sjóinn. hvergi. En það er allavega ekki nema 3 stiga munur, þannig að við fáum vonandi spennandi hérna seinni hálfleik. Skallagrímur allar sýnist mér, byrja með sama lið og í byrjun leiks. Það er Kristján Örn Ómarsson, Mustafa, Neboisa, Hjalti og Marino, og Fjölnir einnig byrja með sama line-up. Jóhannes, Viktor, Ólafur, Rafn og CJ. Þá hringir klukkan. Dómarinn Og Skallagrímur byrjar Já. seinni hálfleikinn. Friðrik réttir Neboisa knöttinn og Marino Kannski alltaf lagi að Rafn byrjar að krafti, reynir að ná hérna, flott feik. Þetta er vel fiskaði og Hjalta. Vel gert, Ólafur að fá sína aðra villu. Það er kannski fínt að minnast á það að Kristján í Skallagrím og Marino eru í svona smá villuvandræðum. Já, þeir Báðir þurfa með allavega að passa sig, komnir með 3 villur. Gauti einnig komið 3 villur hjá okkur í Fjölni. Hjalti á línunni, Hjalti fínn skotmaður, setur þetta niður, kom með 3 stig og fyrstu vítin hans, setur það niður, þannig að hann er með 100% nýtingu eins og er. Og ætlar hann að halda því áfram? Já. Hjalti með 2 stig, 4 stig núna. CJ ber boltan upp á Rafn, á Ólaf. Sóknarleikurinn fer mjög mikið í gegnum CJ hjá okkur Fjölnismönnum. Og geggja kött hjá Rafn og geggju sending hjá Jóhannes. Þetta var sexy. Þetta var frábært. Þetta stóð bara allir bekkurinn upp við þetta. Rafn kannski svona eini leikmaðurinn sem að var eitthvað almennilega með liðinu í fyrra, hann og Viktor Steffensen. Óli kom inn í Já. nokkra leiki, stóð sér vel í Stóð sig mjög dómaradeildinni í vel. fyrra. CJ upp og niður, einhvern ring og sigur hann honni. Þetta fór alltaf onni, það fór ekki onni í fyrraáleik. Nei, En Hann er búinn hann að er kannski stilla mættur með. bara. ég held hann elski þessa körfu meira. Já. Meina á vellinum. Gott kött hjá Og við verðum að rótira betur í vörninni þegar Jóhannes Kristján með góða sendingu á Marino og Marino með geggjaða sendingu á Staff sem að klárar auðvelt layup. Þeir setja hérna upp í einhvers konar kerfi, Jóhannes með boltan á miðjunni toppnum heila. og hann tekur spinnmúf. Þetta er villa. Þetta er villa. Það þýðir að Staff er að fá sína 3. villu. Það er dýrkeypt. Mér fannst hann fara beint í hendur á honum. Já, Og dómarinn sá það kannski heldur seint, en var hann í skoti? Ég veit það nú ekki. þeir ætla að telja svo. 41, 46 fyrir Skallagrím. Jóhannes að fara á línuna. Hann er búinn að vera svolítið á línunni í dag. Nei, kannski ekki. Jú, 3 af 3. Lítið þetta. Já, það má segja það. Klikkar að fyrra vítinu. Tegir sig hérna fram og tilbaka og aftur. Og framar Óli með hringinn. frákast. Ólafur með frábært frákast. Geggja hreyfingu, klárar þetta. Góð hreyfing, bætir upp fyrir Þetta var vítin. mikilvægt. Marino. 3 stiga munur, Marino upp með boltan. Ég er mjög hrifin af þessum leikmanni. Já, ég er sammála. Staff á Hjalta, Hjalti byrjum skrín. Hjalti á Kristján og Kristján í þristinn. Geggar. Ekki nógu góður. CJ. Hvað er hann að gera? Ég var erfitt með að fylgjast með Og Jóhannes. CJ, sko. Já. Skot Mikið stemming á Fjölni núna. 45, 46. Rífandi stemning á bekknum. Er Neboisa á Kristján. Hann fer af
rassinum á Já. CJ. Hefði verið góð sending, hefði Marno ætlaði að kötta en hann var ekkert að fara að gera það sko. Þannig að Kristján heppinn að þetta fór í rassinum CJ. Staff með boltan, hann feikar Jóhannes, góð vörn og á Marno, allir að pakka á hann og Hjalti alein, ekki skilja Hjalti eftir aleinan. Ekki skilja Hjalta eftir aleinan. Hjalti kom með á. Það gefur alltaf svona kall á töflunni þegar ætlum að horfa okkar stigin, þannig að við náum kannski ekki alveg að segja. CJ, já, hann er aleinn Já, bara. já. Af hverju, Þetta var ekki að detta í fyriráleik, þetta er að detta núna hjá honum. þetta var einhver miscommunication hann hjá Skallagrímsmönnum af því að hann var bara enginn að dekka hann og hann stóð hann í 1-2 sekúndur sko. Það voru svo Magga á móti Breiðablikum, nei ég segi svona, eru nefnum með boltan og hann keyrir, gerir það vel og klárar auðvinni. Ég held að þetta var Rúni. Opbóðslega huguleg hreyfing samt. CJ, ring, Þetta er upp, tæpur og ekki villa. Nei, já, svo villa. Rapp með, svona. Já, svona annarkvort. Já, annarkvort allavega. Dóri vill fá villu á Kristján. Þannig að Dóri hefur svona alltaf rétt fyrir sig. Hann vill alltaf villu. Nebo með gott kött á okkur, já. Og hann er aleinn, hann ætlar ekki að skjóta samt. Ólafur, þetta er eiginlega af Nebo. Já, hann veit það sjálfur. Já, hann veit það sjálfur. CJ kallar upp kerfið. Rapp. Ólafur. CJ fær backscreen. Já, þeir eru bara í knús hérna og Rapp bjóst ekki við þessari sendingu. Og Viktor Þristinn, hann getur sett þetta og hann gerir það. Sæll og blessaður, velkomin í Dalús. 51. Nei, var þetta 40? Nei, það var 51-49. Fjölnir komið yfir aftur. Leiddu mest allan fyrir áleik. Flott. Marno á staf og á Hjalta, nei, glemdi. Feikar hand á við hérna, fín hreyfing, frábær vörn, en hann leikur hann í. Vel gert hjá honum. Jóhannes skynsamur að standa bara á hann. CJ. Nei, þetta er end one, kallið minn. Eða þú veist. Þarna var staff. Heyrðu, þeir gleyma Hjalta bara eins og Hjalti sé ekki til, sko. Hjalti með 9 stig. Hvort lið búið að gera skiptingu í þessum leikluta. Heyrðu. Marino með flott doktor. Jóhannes að nælu sér í 3. villuna. Hann verður að passa sig. Þetta var 100% villa. Sama hvað hann segir. Það er hægt að rífast þetta, en ég held að það hafi verið rétt. Já. Marino á línunni. Marino. Hann setur þetta niður. Öruggur á línunni. Ég er mjög ánægð að sjá hvað, sérstaklega hann Almar Orri hjá Skallagrím er mikill pepp maður. Það þarf svona menn í hvert lið, sko. Hvaðan kom Hjalti allt í hennu? Já, Hjalti er alltaf Kom bara bara búrsklefunum eitthvað. Já. Þetta er bolti, þetta er bara bolti. Rapp óheppinn. Stígur út af. Rapp mjög óheppinn þarna. Sýti með mjög gott blokk en Rapp með hælana á svörtu linni sem þýðir hann er út af. Staf vildi fá villu þarna en þetta var bara bolti. Virkilega fallegt. Kannski bara lítill lýsir að því að lítill maður blokkaðan. Pínulítill maður. Pínulítill maður. Heyrðu, þetta er alltaf auðvelt. En kannski er þetta eitthvað geimlan, veit ekki. CJ, Skallagrím sjálfur, bang bang. Já. Þetta var ekki að fara á nýju fyrra leik eins og hefur komið fram áður. Kristján upp með boltan, ekki vanur að gera það, ég veit ekki alveg á Hjalta. Hjalti gerir þetta vel. Þetta er afskaplega slök vörn hjá Viktor, hann þarf að loka miðjunni. Hjalti koma sterkur inn núna upp á í síðari hálfleik. Hann er komið með 11 stig. Fína nýtingu. Jóhannes. Þetta er villa. Það er... Já, Nebo fyrir þessa. Já, Nebo að fá sína aðra villu, hann er ekki í vandræðum. Það er kannski bara fínt að Nebo fyrir þessa en ekki Mustafa. Hér kemur inn... Daniel fyrir... Gíu efnilegi Daniel. Fyrir unga og efnilega Ólaf. Það er rétt.
eins og er hægt að segja flest allavega í þessu liði. Já. CJ og Staff bara að spjalla þarna á vítalíninu. Ég veit ekki alveg hvort þau séu spjall sem vinir eða... Nei. Staff er allavega í hans hæð. Þegar hann byrsi niður. Kannski fara á KC eftir leika eða eitthvað. Virðist vera að koma í vinasamband þarna. Jóhannes, annað víti og ný. Já. Hann er kominn með 21 stig. Kristján hleypur hérna með þetta rauninni. Marino, CJ, wow, og Kristján nær boltanum. Góð tilraun, Kristján. Staff, 1-1, nei. Og Neboisa, Nei, Marino galopin sko. Marino setur þetta niður. 8 stig á Marino. Annað væri leiðilegt, galopin. Góð sókn á hérna Borgarnesi, Skallagrím. Alveg er maður hann keksaður. CJ búinn að vera að drippla 10 sekundur eftir á skotklukku. Það þarf eitthvað að fara að Af hverju fór hann ekki gerast. alla leið þarna? Var búinn að opna miðuna. Hjalti á, heyrðu það voru svona 8 stóðsendingar bara nákvæmlega þarna. Þeir voru bara í einhverjum sendingaleik sko. Það var vel gert samt. Þeir eru komnir 61-57 fyrir Skallagrím. Kallit leikkerfi. Enn og aftur lítið eftir að skotklukku og CJ einhvers. Daniel. Gott Óbin. skot. Næstur í. Pappan Staff. svona í stúkunni stressaður. Staff vildi fá hann í Kristján. Sæll og blessaður frendi. 3 stiga og við höfum leikli Fjölnir. Halldór ekki nóg sáttur með þessa 2 þrista og hraðarhlaup sem er búið að koma í andlitið á okkur. 57-64, Skallagrím vil. Kristján eða íslensku strákarnir sem eru inn á hérna núna hjá Skallagrím eru að gera mjög vel. Já. Komnir vel stemdir eftir hálfleikinn. Atli hefur eitthvað tekið á teppið inn í klefa. Eflaust. Alltaf gaman samt að fá svona háspennu leik í byrjun tímabils. Þá veit maður að maður á von á hérna vonagóðu. Aðri leikir í fyrstu deild, Álftanes að vinna Vestra 86-56, Hamar 43, Hamar 40, Sindri 43. Hrunamenn 67, Selfoss 55. Allir svona á svipuðum tíma og við hér. 57-64, Skallagrím vil í Dalhúsum. Leiklega klárast. Jóhannes kemur inn á, Daniel, CJ, Viktor og Rapp, sýnist mér. Hér er meina Hjalti, Kristján, Nebo, Marino og Staff. Þeir eru bara með sama liðinu. Enda búinir að gera mjög vel. Þessi leikur er ekkert skrítið að segja. Það er samkvæmt spá körfunar. Fjölnir spáði í 4. og Skallagrím 5. með litlu mun. Í baráttu úrslitakeppni líka, 5. og 4. sæti. Þetta er 4. stiga leikur kannski. Já, ég er ekki frá þeim. Kristján með boltan út á Hjalta. Góð vörð hjá Daniel. Frábær vörð. Gerir vel. Nei. Klúðrar alveg þarna, en ungur strákur. Ungur. Og Neboisa, hann er hættur að skjóta 3, ég hef ekki séð þetta. Nei, þetta er skrítið. Vanur að negla því niður bara án tafar sko. CJ þykist vera farin að sofa. Jóhannes segir hjálp. En hann fer bara tilbaka. Kristján hótar, Hjalti hótar, nei, já, sæll og blessaður bara frá gullinni, einmitt. Eins og ég segi, Hjalti, ógeðslega efficient skotmaður hérna fyrir utan, þannig að við megum ekki halda honum, nei, við verðum að halda honum hérna fjær. Ég gef Fjölnismönnum það að Daniel að setja flottu körfu. Hann var alveg metið fyrir utan. Kristján, góð hreyfing hjá Kristjáni, hring í kringum jörðina með boltan og leggur það niður. Farið samgleðast þessu manni, enda góðu maður. Jæja, Daniel með boltan, Rapp. 59-69, allt í einu komið 10 stöðu munur þetta. CJ. Það er 1,5 eftir.
á Viktor hinum megin á vellinum. Viktor Jóhannes. Jóhannes, grjótharður. Já, Jóhannes Lek- komið með 23 stig. Lekur þessi bolti niður. Hann átti það skili. Eftir góða vinnu, gott frákast. Nebo upp með boltan. Jóhannes er með 80% nýtingun í teig, bara svona til að minna það. Já, bara virkilega gott sæn hjá okkur í Voginum. Já. Nebo á Kristján. Þetta er villa. Þetta var heimskuleg villa Viktor Stephensen. Kristján setur að Karol góð. Kristján kom með hvað, seinustu 4 stig. Það er skipting á Fjölni, inn á kemur Gauti, nr. 18 og nr. 14 er Hlynur. Út af Skipting. þér Viktor Stephensen og Jóhannes fær pásu. Nei. Nei. Það var Rapp sem fær pásu. Fær pásu. Hjalti að koma út af fyrir Óla og Davíð að koma inn á fyrir Boisa? Nei, jú. Þannig að við erum á Ólaf í skallagrinsliðinu, Steff, Kristján, Davíð og Marino. Gauti, Jóhann S, CJ, Hlynur og Daniel. En áttur 3 uppaldir Fjölnismenn inn á vellinum. Já, ætli sé ekki að sama sköllur nema náttúrulega Óli, hann er uppalinn káður. Jú, hárrétt. Og náttúrulega þau eru utan staff. Nú, já, ég held að hann væri úr borgarnesi. CJ verður að setja þetta onni. Ég vilja fá endur orð fyrir þetta. 35 sekundur eftir. Kristján með boltan, búinn að vera sterkur í seinni hálfleik og gott kött hjá Marino. Frábært. Vel Hann gerir þetta vel. gert. Leggur þetta í. Stóðsending hjá hverju? Steff, já. Já. Kristján að pressa vel á fyrstu sendingu. 12 sekundur eftir. Skólgan Þeir er aðeins á undan. Þeir vita að CJ ætlar að gera þetta sjálfur. Þeir pakkin í teig, þurfa að vita af Jóhannesi samt. Hlynur. En þeir vita ekki að Hlynur getur sett Hlynur á að geta sett þetta. Hann er... Bíddu, það er sko skólgan var að renna út en Brjálaður. það er... Já, þetta var bara skotklukkan. Það er 0,4 Jóhannes eftir. hefði getað tekið skot af því að... Nei, ok. Þeir ætla bara að kalla þetta út en það er... Staðan 63-74 fyrir Skallagrím og stigahæstu menn hjá Skallagrím er Nebo með 17, Mustaf með 13, Kristján 14, Hjalti 14 og Marino 10 hjá Fjölni. Baldur aðstöðulegur Fjölnis eitthvað að ræða við dómarana hérna. Eitthvað ósáttur. Já, þetta er nú mannlega samskipti, þetta er nú alltaf leið. Nei, þeir eru að slást. Nei, tjók. Stigahæstu menn hjá Fjölni er Jóhannes með 23 og CJ. Já. Þarna komum við, það var slögt á okkur hérna. En þá kom auglýsing, það var límtré Vírnet. Það fyrir framkvæmt að huga að heyra í þeim. Alltaf verið að kötta á okkur hérna? Já, Nei, ég það segi var svona. ekki segja alltaf. Það var alltaf verið klift á okkur. Ég segi svona ógeðslega góða brandara, mjög leiðilegt að ég misti á honum. Jæja, Fjölnir byrjar 4. leikluta. Eru ekki 4. leikluta? Jú, það er Fjölnir byrjar 4. leikluta. Daniel, Gauti, Hlynur, Jóhannes og CJ hjá Fjölni, Nebo, Ólafur, Kristján, Daniel og Staff inn á hjá Skallagrím. Daniel. Heitir hann ekki Daniel Guðmund? Nei, hvað? Davíð. Æ, sorry. Við viljum fá meira framlag frá íslensku Fjölnismönnunum. Þeir eru Skallagrím að deila hérna stigaskorunu. Hvað segir maður? Dreifa. Þetta er bara ærlega á milli sín. Já, bara fallegt. Fallegt þarna í borgarnesi. En Jóhannes er með 23 og
Við þurfum að fá framlag frá fleiri ef að við ætlum að ná að taka hana leik. Það er 11 stiga munur. Skotin þurfa þetta hjá íslensku leikmannum. En þeir eru ungir eflir. Við erum Fyrirgefðu. allt í góðu. Við erum byrjuð aftur. Enn og aftur allur sóknarleikur í gegn CJ. Hann er góður að stjórna þessu. Daniel hótar Skóklíkunni, 4, 3 2. og Daniel þarf að skjóta. Verður að láta hann vita af þessu, hann hafði ekki hugmynd. Hann sagði, I had no idea. Þannig að Það er mjög einföld regla. Það var alltaf að vita hvað tíminn er. Kristján tekur innkastið. Gauti til varnar. Staff. Óla. Óli. Kristján. Óli. Davíð. Hann þekkir fjalirnar í Dalhúsum vel, enda búinn að spila hérna. Þetta var vel gert hjá honum. Kannast þess að Hlynur ætlar að svara. Gerir það sæll og blessaður Hlynur. Svaraði líka okkar kalli kannski. 66, 77, 11 stemmur. Hlynur Það þurfa Fjölnismenn að fá stopp. Hlynur að setja annan þristi sinn í dag. Óhrættu við að skjóta. Það er Villa fjórða. Vill á CJ. Nei. Þetta var vill á CJ. Hann rýtsaði hann inn. Önnu Villan á Matthew. Var stressaður. Hann að fá sína aðra villu á CJ. Gauti til varnar á Kristján. Staff Nebo vill fá hann inn í teig á CJ og gera þetta Alltaf auðvelt. Alltaf auðvelt. Hlynur hefði þurft að brjóta bara almennilega á honum svo hann myndi ekki fá Hver er góð á? Óli kemur hérna inn fyrir Gauta. Góð spretti á Gauta. Flóðstrókur. Nebo, 1 víti. Hann neglir því. CJ upp með boltan eins og áður. Hann fyrir inn á alla 4. Ég sá hann ekki eins og svona á tímabili sko. En vel gert fyrir CJ. Ég er ekki fröðin að vera gegnum klóðið á mellum bara. Ég búið að Hlynur með góða vörn á tánum. Já, hann íti svolítið frá sér hann, jæja. Nebo. Hlynur brjálæður, skil hann vel. Ég væri það ábygglega líka, en ég er náttúrulega ekki eins og fólk flest. Nebo er náttúrulega búinn að spila í þessari deild svolítið lengi, þannig að Hann þekkir þetta. hann veit alveg hvað hann er að gera. Kann á dómarana. Hvað ætlar Hlynur að gera? Jóhannes reik hann í gegn, en Heyrðu, á Óla, góð stórsetning, ef þetta fyrir húnni. Já. Besta stórsetning kvöldsins, Hlynur, vel gert. Ætli það að vera skáður sko. Horfir á bekkinn og glennir sig eitthvað. En það var þetta bara vel gert. Ég er ekki frá að hann hafi verið að hugsa þetta. Ólafur á Neboisa. Jóhannes hetsar vel hérna. Nema hvað, þau verða að fara að stoppa Neboisa, hann er komið 24 stig. Daniel kemur, jæja. Góð vörn. Kristján með stólinn, Óla, Neboisa, Nei. á. Þetta, nei, harðu gaur. Það er skipting, Karl Ísak Birgisson inn á fyrir Daniel. Leikli Skalli. Já, Skallagrimur tekur leikli. 70-84. Það sem varð mesti munurinn hérna í þriðleikluta er 26-34 fyrir Skallagrím. Þar mistum við aðeins dampinn og fórum að relæja allt og mikið á útlendingan okkar. Við þurfum að byggja upp sjálfstörut í þessum strákum og gera betur. 7-10 þessum leikluta fyrir Skallagrím. Byrjunarliði hjá Skallagrím eru allir komnir með yfir 10 stig. Vel gert til þeim. Og það eru 9 stig af bekknum. Það eru reyndar 8 stig af bekknum hjá Fjölni, allt hjá liðin.
þurfum að fá meira frá þessum strákum. Ég sakna smá Viktor Steff, maður hefur séð hann splæsa í 20-30 púnta í að vísu sínu flokki, en Það ætti nú alveg að geta það hér. já, Já, Lið Kalli Skallagríms, kemur inn fyrir Daniel. sama lið inn á hjá Skallagrím. Held ég, já. Já. Davíð, Nei, Boysa. Jóhannes er eitthvað aðeins gleypa sig. Dómarinn gefur þeim séns að koma og hlaupa. nýtt hús. CJ á Kristján Davíð og Davíð. Það má Galopin. ekki skilja Davíð eftir opinn. Þarna vorum við heppin. En náum ekki frákastinu. Neboisa að körni, Karfa góð Hlynur að fá sína aðra villu. Já. Enn og aftur brýtur á Neboisa sem fær körfu góða. Það er ekki nóg gott. Nei, það vantar líka svolítið Fá- hjálpavörðina þarna. Já. Óli var aðeins og seinn og hérna Hlynur vissi ekki að væri vantaði hjálpavörð. Nei, var ekki hjálpavörð, þannig að hann braut. Kristján kemur hérna út af og Fyrir Kristófer Kristoffer. inn á. Þú ert að klemma Ég mig ætla hérna. að klemma hérna snúruna fyrir ekki þeim. Neboisa á línunni, 1 skot. Já, það var Karol góð, já. Og Neglir það er því. Hann er komið með 27 stig. Stoppa takk. Já, hann var ekkert að sækja CJ. rosa mikið á fyrirháleik, en hann er að gera það núna. Já, Hann hefur fengið og skilgrein gerir það vel. Jóhannes með boltan. Jóhannes frá vítalínunni aðeins og stuttur. Hann Hvað, gleymir sér ég held aðeins að komi og- ekki veistlega á þessum. Já, Herri, hefði viljað fá betra. Glottið á honum maður. Ég held að þetta sé svolítið skemmtileg karakter. CJ, allir, Nei, jæja, þetta var, já. og aftur. Þetta Já, er eflaust- hárrétt. Þeir eru ætla að ræða Þeir ætla að saman. ræða saman. Ég gíska á óðvitaðmesta villu þar sem að Óli er í rauninni ekki að reyna með boltan. En ég er engin dómari. Ekki heldur. Þótti þykir stundu vera það. Hann, Friðrik, Dæmir, já. villu, sem því er 2 víti og boltinn aftur. Halldór ekki sáttu við það. Hann byrjar náttúrulega að reyna með boltan en svo finnst mér hann taka svolítið utanum, en ég þyrfti að sjá endursýningu til að sjá þetta. Það er allt í hennu komið 90 stiga munur hérna. En það er Ólafur- skipting á Skallagrím. Nebo kemur út af, Marino kemur inn. Ólafur að ræða við Friðrik hennan dóm. Það er, minnst hún alltaf að ræða málin. Það lúkkaði eins og hann, Mustafa vinur minn, vissi ekki alveg hvað er í gangi, okkur allir bara að fara út úr teiknum. Spyr dómaran þarna. En það er alltaf læg, hann er í fyrstinni í deildinni, kannski skilur ekki alveg íslensku, eðlilega. Hann setur það allavega niður, komið með 15 stig, 16 stig. Kemur sér í 20 stig, 21 stigs munur á liðunum. Allt í hennu eru Skallagrímsmenn. Að sigla fram úr okkur hérna. Þeir eru, Nebo kom flottur inn hérna í 3. leikluta. Kristófer á Marino. Allir að kötta á saman tíma. Ólafur, hvað? Spjaldar þetta. Fyrstu stíðin hans með Skallagrím, Já, fyrstu deildinni. ætli það ekki? Og skoðum til hamingju með það. Karl Ísak, hóta skotinu, það er skref, hárrétt. Það kemur skipting, Skipting, Viktor Steffensen. Fjölnir. Það er leikli. En ég held að hliðinu sé að fara út af, en ég veit ekki. Þryggjasta nýting á Skallagrím er 60%. Þeir eru með 9 af 15 skottilraunum og meðan Fjölnir er með 4 af 17 sem er 23%. Það finnst þú ótrúlega gaman hjá honum, Mustafa. Já, Minn maður. hann var afskaplega reiður á náðan. Hann er orðinn aðeins léttari núna. Já, hann er greinlega fílar að vinna. Annars gaman að sjá hvað eru margir komnir hérna í Dalhús. Já, það er, Kannski verðt að minna það að það er köruboltahelgi framöndan í Dalhúsum. það er svolítið svoleiðis. Það eru 2 leikir í fyrstu deild kvenna. B-liðið mæti Vestra hérna á laugardag, á morgun og á sunnudaginn og hérna Valur
kemur hérna í dómarastöldinni í hvenna 18:30 á laugardaginn. við viljum fá allir stúkuna. Annars er leikurinn líka sýndur en auðvitað alltaf betra að hafa stuðning í stúkunni. Ef að fólk treystir sig til. Þá er það að mæta. Við erum að vísu ekki að lýsa leiknum, við ætlum að spila leikinn. Já, rétt var það allavega. Leikurinn kominn aftur í gang, 6 mínútur eftir, 23 stiga munur. Fótur á CJ. Og Lína grípur hann hérna í stúkunni. Hún er vön að grípa, samt ekki þegar ég senda á hana. Nei, segir svona. Óli, Kristófer, heitir hann það ekki? Jú. Jú, Marino. Það er svæðisvörn á Fjölni, 2-3 svæði. Góð hugsun. Ólafur, A-lit. Hann ætlar ekki að gefa á hann. Nei, hann hleypur sjálfur og fær endur hann. Nei. Ólafur hleypur hérna vel með honum. Vill á Davíð. Hann er að fá... Svona fyrstu við það? Nei, aðra. Aðra villu? Já. Davíð kom með 2 villur, 6 stig. Fíning koma. CJ á línunni, hann þarf að setja þetta ofan í. Góð læti úr stúkunni. Hann klikkaði þessu. Setur hann í. 71, Já. 93. Þeir eru Það er komin í pressa, svæðis 2-1 pressu pressu. líka. Og ég fær hann á miðinni. Ólafur ósattur við slæftin sem hann er að fá hérna. Kristófer. Kristófer A-lit og á Karla góð Ólafur að fá sína 4. villu. En þeir verða að brjóta miklu harðar. Já, eða bara sleppa því. Annarkvæmt að sleppa því að brjóta almennilega því að þeir eru að fá allt og mörg endur núna. Já. Það er svolítið staðan. Og já, Músta á línunni. Hann setur það ekki. Jóhannes með frákast. Jóhannes. CJ, þeir eru komin í svæði líka. Nei. Jú. Ég er ekki frá því. Er ég heimska það? Nei. Þetta var svolítið, þetta geti að verið 1-3-1 eitthvað svoleiðis. Já, heyrðu það er kapplöfu úr stúku, hvernig er boltanum? Og barni í bláu bólum nær boltanum. Hann fær ekkert að koma að taka skot samt. Nei. Hvað gerist? Skipting? Það er skipting. CJ. CJ fær að hvíla sig. Ágætur leikur í honum. 23 stig komin á töfluna. 5 mínútur eftir að þessum leik. Þeir bara... Villa. Viktor ekki sáttur. Daniel fær villu. Ég verða að viðurkenna að þetta var afskaplega skrítin villa. Hann hefði alveg bara getað sleppt í að flauta í þessa flautu, en... Það var nú eiginlega meira fóturinn. Jæja. Okkur erum við ekki dómarar? Hvað erum við að gera hér? Skil það ekki. Kristófer neglir fyrra vítinu niður. Og setna vítið ofan í. Daniel kemur upp með boltan, leysir CJ af. Gerð það vel. Óli þarf að setja þetta. Áni. Þetta er okkar bolti, maður. Þetta hlýtur að vera okkar bolti. Já. Friðrik hjálpar honum. Þetta fer af stað. Augu mín segja mig það allavega. Það er gott að vera með góða augu. Með sömu augu og dómarinn í dag. Æ, ég veit það nú ekki. Viktor. Nei. Villa. Ítir í bakið. Já, maður vil meina hann hafa ítt honum út af. 8 bakgrinding. Skipting. Hérna kemur inn Ísak, uppalinn Snæfellingur. Beint úr Stykkishólmi, nýfluttur í bæinn. Bjóðum velkominn í Grafarvoginn. Ísak er fæddur árið 2003 og skipti við Óla sem er líka á með honum í... Er hann ekki fæddur 2004 eða? Nei, 2003, þeir voru saman í U16 í fyrra. Já, góður leikmaður. Já, efnilegur. Það eru gaman að sjá hann spreita sig í borginni í vetur. Davíð. En þó í svæði, Jóhannes
Viktor duglir í svæðinu hérna. Jóhannes á þennan. Kristófer af. Karl Ísak með frákast. Viktor ber boltan upp og ætlar að fara alla leið. Hann getur klárað þetta. Nei. Viktor að klára þetta. Ég vil sjá Viktor gera þetta meira fyrr í leiknum. Það er smá svekkelsi í kallinum og það er alley-up. Það er alley-up og Davíð á Staff. Gerði þetta vel, þetta var fallegt. Velkomin. hvað er hann með 4 tróstur í þessu leik? Já, alla samt eitthvað svona iðnaðarmanna sko. Ég hefði viljað sjá einhverja 360 or something. Aðeins og stuttur á Jóhannesi. Andinn svolítið farin úr Fjölnisliðinu núna. Mér sýnist Dóri ætla að skipta Jóhannesi út af núna. Og Marino kemur þessu upp í 102 stig. Ætli hann skuldi eitthvað í sjóði núna eða? Já, það er 100. stig. Það er 100. Það er nú yfirleitt þannig. Já. Ísak reynir við fyrstu kornu sína, klikkar, gerði það hins vegar vel. Ópinn hanna, Davíð af Ísak frákast. Við erum að fá hérna tvöfalda skiptingu. 2 leikmenn að koma inn á hjá Fjölni sem hafa ekki komið inn á. Sýndist Ólafur vera að reyna að fá þessa villu svo að fólk geti farið út af hérna. Inn á kemur Daniel Bjarki, fyrirliði Fjölnismanna og Fannar Eli sem er fæddur 2002 að mig vinnir. Enn og aftur kemur Almar inn á hjá, ekki enn og aftur, hann er komið inn á í annað sinni eða ekki. Almar Örn, númer 23 og númer 47. Hann heitir svo mikið sem og er bróðir hans Kristjáns sem er búinn að spila hérna númer 12. Gunnar Örn Ómarsson er að koma inn á. Tala um það ættur hann að reyna greinlega. Já, flotti bræður. En það eru þá Eftir hverju eru að bíða eða? allir uppaldir Fjölnismennir og nema Ísak. Já, og uppaldir Borgnesingar nema Ólagi. Já, skemmtilegt. Eða ekki? Skemmtilegt þörfræði. Gaman að sjá þetta. Bara líka gaman að sjá bara Íslendinga inn á. Já, leiðum að spreyta sig aðeins. Annað hliðar innkast. Ísak kemur upp úr skríni, fær boltan. Þeir eru í maður og mann. Og Daniel! Fyrirliðin okkar gerir þetta vel. Já, klára þetta. Hanna! Sæll og blessaður, velkomin. Fyrstu stíðin hans í meistaraflokki, eða hvað? Það var nú eitthvað aðeins með mér fyrra. Já, fyrstu stíðin hans í vetur allavega, það var það sem ég var að segja. Já, já. Marino, vá! Vá, vel gert. Góð sending af Marino. Heyrðu, Marino er að koma svo óvart hérna. Flottur strákur. Daniel, já, pull up. Já, sæll og blessaður. Daniel kom með fyrstu stíðin sinn í meistaraflokki. Hvað? Eða það ekki rétt um mér. Hvaðan kom þetta eiginlega? Nei, þetta er... Hann er ekki með einhver stig í dag? Það fyrir ekki, það er fyrsti þristurinn ás. Kristófer, Almar og Kristófer. Voðalega hraður leikur, maður hefur ekki undan hérna Lýsa þessu. að lýsa. Karl Ísak, ég veit að Karli langar að komast á töfluna. Og þeim langar ábyggilega öllum að komast á töfluna. Ísak tekur innkastið. Heyrðu, Skallagrímur að gera aðra skiptingu, koma hérna greinilega ungir og efnilegi leikmenn inn á. Það er leikmaður 13 Aron Ingi Björnsson. Ísak klárar þetta vel, kom með sín stiginn. Svo erum við Alexander Jón Finnsson að koma hérna inn. Hann er alltaf komin á skiptibækinn. Það er sonur Finn Jóns. Já, sæll og blessaður. Já. Ísak með fyrst stiginn sinn fyrir Fjölni, fögnum því. Þetta var vel gert. Og Kristófer. Fín orka hjá leikmennum sem er að koma inn á. Karl. Daniel, gott klósot. Almar með fínt skot. Ísak upp með boltan. Hvað ætlar hann að gera? Sendir á Fannar. Ágætur skotmaður. Karl Ísak. Hefði mátt dæma. Já, villa. Karl Ísak var líka að skora sín fyrstu stig hérna áðan. Erðu inn á koma númer 0, Alexander Jón Finnsson og númer 13, Aron Ingi Björnsson. Hvað, báðir fættir 2004 eða?
allavega Alexander Jón Finnsson 2004. Já. Og 2004. 2004. Út að fara Marino og Ólafur. Marino búinn að eiga fantagóðan leik. Já. Með 13 stig. 13 stig. 5 stóðsendingar. Ísak setur niður bæði vítir. Hvað til honum? 4 stig, töfluna. 84-106, 1:20 eftir. Aron. Alexander. Já, Kristoffer. Kraftur í honum. Villa. Villa á Daniel, held ég. Já, ekki frá því. Kristoffer setur þetta onni. Já, þetta var Villa á Daniel. Það er 1 mínúta eftir á þessu leik. Setur þetta niður. Annað bæði vítin. Hvað til honum? Daniel. Snöggur. Rosalega fljótur. Já. Á Fannar. Út á Daniel. vel Langur tvistur. Já. Setur það niður. Flott á Daniel. Góð innkoma hjá Daniel. 40. Gunnar með ágætt skot. Hefði mátt þetta. 47 sekundur. Daniel áfram á Ísak. Á Daniel og Villa. Villa á Villa 0. Það var Villa á Alexander Jón Finnsson. Daniel á vítalínuna. Þetta er af. Þetta er svolítið saga Fjölnis á vítalínunni. Já. Það er ofan í seinna víti. Það er líka sagan á Fjölni, klikka á fyrra. Seinna. Vítalínan er 58% 17. Það er fátt 29 víti, það eru 17 onni. Vel gert hjá Borgnesingu þarna. Daniel upp með boltan. Hann hótar bara að fara alla leið. Kartísak. Þarna hlaut að koma því. Velkomin. Já. Skellur. 26 sekundur eftir af leiknum. Fjölnir á innkast. Fjölnir á boltan. Ísak tekur hann inn. Grann að fara upp. Villa samt. Hann fær 2 skot. Hann fær 2 skot. Þá eru allir nema Gauti komnir á stigatöfluna. Já. Það er rétt. Klikkar fyrra vítinu. Það hlýtur að setja sér það. Tölfræðin sér okkur það. Getur ekki hann að verið. Lóðum mér að sjá. Já. Þetta virðist vera minnstur 24 sekundur eftir. Kristófur keyrir bara alla leið á Almar. Gleymir sér aðeins af, frábær vörn. Já. Og Fannar með boltan. Keyrir hérna upp miðjuna. Daniel vill á boltan. Hótar 3. Langur tvistur. Daniel. Flott. Góð bara þarna. Alexander Jón. Og Kristófer dribblar leikinn út. Ég er svo þrist. Nei. Lokatölur. 91-110 fyrir Skallagrím. Fyrsti leikur vetrarins hjá Fjölnismönnum. Ekki sigur þetta sinn. Næsti leikur hjá Fjölnismönnum er 23. október. Þá kemur Álftanes. Í heimsókn í Dalús. Og þá er Robbi að koma að kíka í heimsókn Dalús. Robbi Sigurðar. Uppalinn Fjölnismaður. Það verður gaman að sjá. Annars takk kærlega fyrir okkur í dag. Minnum aftur á leikinn á morgun. Fjölnir Valur í Dóminósdeild kvenna klukkan 18:30. Við hlökkum til að sjá okkur þá. Það er líka í beinni útsendingu hér á Fjölnir Karfa. Bara takk fyrir í kvöld og góða nótt.